Getur verið mjög fær í starfinu á efri árunum. Við þurfum fólk sem ekki dæmigert leyniþjónustufólk, heldur fólk sem getur haft eðlileg samskipti við annað fólk og ferðast milli staða og aðlagast ólíkum aðstæðum. Ráðist var í kynningarátak fyrr á árinu til að hvetja sem flesta til að sækja um. Sérstaklega leitað að venjulegu fólki sem talar erlendu tungumál reiprennandi. Tali umsækjendur rússnesku eða kínversku það talin mikill kostur. Kynningarátakið stefnubreyting frá því sem áður var þegar meiri leynd hvíldi yfir starfsemi leyniþjónustunnar. Það virkilega gott að fá lofandi ábendingu. Ábendingu sem tengist þjóðaröryggi okkar. Ráðningarferlið í fullum gangi. Nærri 3000 manns hvaðanæva að í Finnlandi sóttu Ég var að spá í að sækja já. Að gera eitthvað fyrir landið sitt númer 1 og auðvitað verið spennandi að vera leynilegur útsendari eða eitthvað slíkt. Það var ekki hægt að sækja á netinu, heldur var það að senda umsóknir í pósti, svo ekki yrði til nein rafræn fótspor eftir þær. Gæti það verið þú? Kannski, hver veit. Kannski sótti ég en ég má ekki segja þér það. Á frönskum dögum á Fáskrúðsfirði franskri arfleifð bæjarins fagnað með fjölbreyttri dagskrá alla helgina. Hátíðin ákveðin hámarki með brekkutónleikum við Búðargrund á eftir og þar Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður. Allt að vera tilbúið og stemningin frönsk. Já, stemmingin frönsk og það má eiginlega segja veðrið sé franskt. Og það allt að vera tilbúið, það búið að vera hljóðprufa hérna og taka svona síðustu handtökin fyrir tónleikana. Hjá mér Daniel Geir Moritz, einn aðalskipuleggjandi hátíðarinnar. Hér franskri arfleifð fagnað en hún svo að franskir sjómenn sóttu sjóinn við Íslandsstrendur og höfðu sína aðalbækistöð hér í þorpinu frá 18. öld og fram á 20. Það mikill fjöldi franskra gesta sem sækir hátíðina heim, Daniel. Já, við fáum alltaf gesti frá Gravelín sem vinabæir Fáskrúðsfjarðar og einn af þessum bæjum á Norður-Frakklandi og höldum í söguna með fallegum siðum eins og verður í kirkjugarðinum hérna utar í firðinum á morgun og þetta bara skiptir okkur miklu máli sem á Frakkana. Og nú 30 ára afmælishátíð og hátíðin alltaf að vaxa? Það má eiginlega segja það og bara ótrúlega gaman að koma að þessu og Fáskrúðsfirðingum þykir vænt hátíðina sína, það mjög gaman og það búið að vera alveg frábært núna þessa daga og verður áfram og bara hvet alla sem á ferðinni að kíkja á Fáskrúðsfjörð. Og nú það hérna fyllist brekkan sem við stöndum í af fólki innan skams og þegar fótboltaleikurinn fyrir aftan okkur klárast. Allt tilbúið fyrir tónleika á eftir? Já, það allt tilbúið. Við erum með bara glæsilegt úrval af tónlistarmönnum sem munu koma hérna fram og svo náttúrulega óhætt að segja að allt sé skemmtilegra í góðu veðri. Einmitt. Og með það kveðjum við hérna frá Búðargrund á Fáskrúðsfirði. Takk fyrir það, Ásta Hlín Magnúsdóttir. Við ætlum eins og vera að líta til veðurs. Hæðin suður á landinu stýrir áfram veðrinu hjá okkur næstu daga. Í kvöld þykknar aftur upp á vestanverðu suðvestan gola eða kaldi á morgun og dálítil súld af og til en bjart með köflum eystra. Hiti verður á bilinu 11 til 22 stig, svalast við vesturströndina. En við fjöllum nánar veður að loknum íþróttum. Annar keppnisdagur opnameistaramótsins í golfi í dag. Dagurinn hefur verið viðburðaríkur og 2 kylfingar hafa jafnað vallarmetið á Royal Birkdale-vellinum. Ríkjandi bikarmeistarar vestra tóku á móti aserska liðinu Karabakh á Þróttarvelli í forkeppni Evrópudeildarinnar í gærkvöld. Verkefnið reyndist vestfirðingum krefjandi. Loks vann FH stórsigur á nýliðum Grindavíkur Njarðvíkur í bestu deild kvenna í gærkvöld. Tvíburasystur hjálpuðu stað við markaskorun. Við þurfum styrkir eftir andartak. Og þá verið upp helstu atriði fréttatímans. Stórbruni geisar í Drammen í Noregi og yfir 100 íbúðir hafa brunnið til grunna. Slökkvilið berst við eldinn sem breiðist enn frekar út. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að undanþága Íslands varðandi losunarheimildir í samgöngum verði framlengd 3 ár. Yfirmaður umhverfismála segir að þetta sé fjárfesting í samstarfi Íslands og sambandsins. Fordómar og fáfræði eru ríkjandi í garð þeirra sem sækja kaffistofu Samhjálpar. Þetta segir kona sem sótti þangað tíma. Kaffistofan sé engin endastöð.
Gervigreindin er samfélagsmiðla byltingin á 1000 sterum og stærsta umbreytingin sem heimurinn stendur frammi fyrir í dag. Þetta segir forseti Íslands, stjórnvöld verði að vakna. Hátt í 3000 manns